Í Nitro færðu allt fyrir aksjónsportið. CF Moto, gæði, ending og gott verð. Nitro, Urðahvarfi 4, Kópavogi. Fólksbíla og jeppadekk fyrir kröfuharða ökumenn frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Í þessum þætti af Mótorhaus ætlum við að fara á drift í Hafnarfirði og kíkja á afmælishátíð Kvartmýruklúbbsins. En við ætlum að byrja á því að kíkja í skúrinn hjá B-Sick Racing. B-Sick Racing eru búinir að vera áberandi í netmiðlum á þessu ári og hafa vakið athygli fyrir vönduð vinnubrögð. En hvað eru þeir að smíða? Þetta er sem sagt BMW og í rauninni fyrsti alvöru smíðaði driftbílinn hérna á Íslandi. Það eru margir flotti bílar komnir en þetta er svona einn af þeim fyrstu sem er alveg tekinn í nefið og er bara sambærilegu við bílana sem eru erlendis og eru að keppa í þessum drifti, í Formúla driftinu og eins með út í Noregi og þessum stöðum. Þannig að þetta er... Fyrir þá sem veit ekki hvað drift er, hvað er það að drifta? Drift er í rauninni að spóla á bílnum og þú ert að sitja út í gráðu þannig að þú ert í rauninni að hafa stjórn á stjórnleysinu á bílnum og halda gráðunni, hver gerir fallegustu línunar yfir brautina með minnstu híkin og gerir þetta með sem mesta hraða og mestu reykur og bara mesta sjóið, það tikkar inn. Þannig að þetta er einhver hringur sem menn keyra eins mikið á liðu að geta á eitthvað svoleiðis og fá stig fyrir það. Já, svo eigum við að fara eins nálægt keilum og við getum á þess að fara í þær og hérna fara í rauninni hringinn og gera þetta sem mest flottast. Og núna á Íslandi það eru nokkrir búraðir bílar að koma inn núna í sumar, margir voða mikið eftir á og hérna þannig að við ætlum að reyna að koma þessu upp í sumar og þá verðum við að keyra 2 eða fleiri bílar í brautinni. Og það verður þá verður komið aksjón í þetta, þá kannski verður smá klass og eitthvað fjör fyrir áhorfendur að horfa á. En hvað er það sem kveikir á þér í þessu? Kveikti í mér eiginlega, það var bara þessi F2-rana sem var alltaf að spóla en ég veit ekkert hvar hann er orðinn í dag. Það var strákur sem var alltaf að spóla hérna á Porsche gömlum en hann er vist týndur í dag og á engan bíl til að spóla á, en hann var mín fyrirmynd í gamla daga sko. En hérna, annars er þetta bara gaman og hef verið mikið að spóla á gömlum BMW sem ég átti og hérna fórum til Noregs í síðasta sumar og þá alveg sprakk áhuginn hjá mér og þá keypti ég mér bara body og byrjaði að smíða og panta í þetta. Og hvernig veistu hvaða leið þú ert að fara í þessu? Internetið er náttúrulega númer 1 og 3 að elta og já, við erum búin að vera að copy-pasta svolítið að utan og þetta er náttúrulega ekkert fyrsti E46-in í heiminum sem við verðum að smíða þannig að við getum farið og fundið allt á internetinu og allir strákarnir sem hafa verið að hjálpa mér og Aron félagi minn, hann er nú búin að liggja vel yfir netinu og skoða og lesa og e-mailast hér og þar, bæði við mótorinn og allt sem tengist þessu öllu þannig að þetta er mikið svona, já, letum sér smíða fjöðrun í okkur í bílinn í Bretlandi. Og þetta er svona margt smáttir í sem að við hugsaum ekkert út í það við byrjum og
bæði peningalega séð og vinnulega séð, þá þetta komið langt fram yfir allt sem við byrjuðum með, þannig að... Og þú veist, hvað þarf það að hafa mörg hestöfli svona til þess að geta spólað á öllu þessu hraða? Sko, það kom náttúrulega einn strákur daginn og rústaði okkur öllum á 192 hestöflum. Þannig að númer 1, 2 og 3 er bara að vera góður bílstjóri. En ég er að stefna á 600-800 hestöfli hérna. Og úti eru þeirra með svolítið hestöflatölu til að ná reiknum almennilega. Og ég smíða hana bíl frá grunni með því að geta hort svolítið að fara út að keyra á honum og keppa á honum úti. Þannig að það er svona mitt langtíma plan að gera eitthvað meira en að vera að keyra hérna á litlu brautunum minna heima sem að reyndar er að stækka og motorsportið allt er að stækka og sérstaklega driftið. Ef förum að síða hvað þetta er að kosta, ef einhverju langar að gera þetta hérna út í bæ? Ég vil ekki bara segja 300-400 skall, þá byrja menn, svo verða þeir bara að fá það í hausinn seinna. Þannig að það er svona bara að fá einhverja gamla tukkut og byrja að smíða? Já, þetta er náttúrulega svolítið stór biti hérna og þetta er komið í smá penning, en auðvitað þarft ekkert nema bara ná þér í gamla hrúgu sem er afturhjólsdrifin og byrja á það. Auðvitað byrjar enginn á að smíða einhvern bíl fyrir margar milljónir nema að vita hann hafi áhuga á þessu, þannig að það er bara, eins og ég segi, margir nýir í þessu sporti núna í dag og bara virkilega gaman að sjá hvað margir eru að koma inn á litlum hestöflum og eins og ég sagði áðan, kom 192 hestöfl daginn og rústaði öllum 300-400-500 hestöfl á bílunum, þannig að það er bara bílstjórinn er númer 1, 2 og 3 í þessu. Ef þú myndir ranka þig frá svona 0 upp í 10, hvað er eftir skalanum að gera? Ég hef verið að gera ágætt á æfingum en í keppnunum hef ég nú ekkert verið að skora neitt að viti. Kemur handsprengur þá upp í hausinn á þér? Nei, ég veit það nú svo sem ekki, það er nú, en ég veit ekki, þetta verður nú kannski gaman þegar maður er komið með þennan bíl almennilega stiltan og gera og græja að fara að gera eitthvað að viti hérna heima. Tala nú ekki um ef tandemið er sem er tveir að drifta saman, sem er að koma núna og verður í sumar og eins og ég segi, fullt af bílum í smíðum og allir verða með í lok sumars. En þetta verður bara gaman. Hvað er næst á dagskrá hjá þér? Herru, í bílnum þá? Herru, við erum núna í dag, hvað er 4. júní. Við ætlum á bíladaga sem er ekki driftið á bíladögum 14. júní. Þannig að við höfum 10 daga til að fara út að spóla þessu. Já, með að við strákana, hvað eru duglegir að hjálpa mér, þá sé ég fyrir endan á því. Þannig þið komið ósóðir á bíladaga norður? Já, ég hef nú gert það síðustu 6 árin held ég, það er alltaf einhver smíði í gangi, þannig að þetta verður engin tilbreyting. Þannig að þetta verður bara virkilega gaman að mæta með eitthvað nýtt og sýna fólki þetta og taka þátt í þessu öllu. En hvað fær maður allt þetta drasl? Allt þetta sérhæfða dót í hérna bíl? Það er nú lítið til hérna heima á þessu dóti, en þú ættir nú kannski að spurja aðalmannin í þessu verkefni, það er hann Aron Steinn hérna sem sér um að smíða þetta og pæli í þessu öllu, hann veit allt um þetta þessi. Þetta er drifkrafturinn okkar. Það mokar okkur áfram hérna á kvöldin og svo sér hann að panta þetta allt fyrir okkur. Ég náttúrulega kann ekki munna og ég er svo nóg í ensku, þannig að það er fínt að hafa hann í því öllu. Þannig að þú kláraði 10. bekk? Ég kláraði 10. bekk, já. Núna segir okkur eitthvað flóknar heldur en Birgir við, hann veit greinlega ekki neitt um þetta. En hvað er að frétta hérna? Hvað ertu búinn að setja í þetta? Sko, það er náttúrulega aðalega bara búið að, þú veist, ef við byrjum á mótótum, þá pantaði hann bara 30 stimplar og 30 stangir, sterkari undirlyftugormar og sterkari undirlyftustangir og allar legur keyptar nýjar í mótorinn. Þetta er allt saman dót bara sem við þurfum að panta utan og verslum allt frá Ameríku. Hvort sem það er á Summit eða eins hjá Lil Jon Motorsport sem við erum að versla mikið við líka. Við erum voru með sérsmíðan ás fyrir svona turbínur eins og við erum að fara í. Næst tölum við Gas Coilers í Bretlandi. Þeir voru alveg æstir í það að hjálpa okkur með þetta því að þeir sögðust eru búin að smíða mikið af svona motorsport fjörunum svona sem sér að sig framleiða bara keppnisfjörun, framleiða 2000 kerfi í mánuði sem er svolítið mikið. Þeir voru alveg æstir í að hjálpa okkur og senda okkur þessa frábæri fjörun. Já, senda okkur við. Já, við sóttum hann eiginlega til Bretlands, gerðum okkur ferð. Helgaferð, afsökun til að fara til útlanda og náðum í allt inn í bílinn og fjörunina og allan fatnað og allt saman, þannig að við erum tilbúinir í sumarið og leið á bílinn fyrir í gang. Einmitt, stoppuðum í Demon Tweaks í Bretlandi og versluðum galla og stóla og allskins svoleiðis hluti, handbremsu og stýri og fullt af því. Hvers konar kúplingu þarf til að halda þessu?
Herðu, það eitthvað voðalega spes. Því að þú finnur þetta ekkert hvað sem og við vildum ekki fara í ameríska kassan, hann víst svolítið grófur í þetta, þannig að við vildum fara í BFF kassan, svona hafa smá gott í öllu, sko. Þannig að við fundum kúplingu úti í Svíþjóð, hún þetta framleidd í Lettlandi held ég, og heitir ABC Clutch. Þeir smíða svona milliplötur sem kemur á milli, þannig að þú getur notað BFF kassan, og þetta 3 diska 7,25 tómmi kúpling. Sama að nota í NASCAR bílunum. Já. Og hún á að höndla 1500 Nm. Ég held að hún svíkja okkur ekki. Nei. Það allan svekkjandi ef hún að svíkja. Þá seljum við bílinn, setjum hann á bílauppboð eða eitthvað. Og það ekkert að auka bensín og eitthvað svoleiðis á móti þessu? Jú, það í þessu 1000 kubíka spísar sem við pöntum og svo erum við 2 Boss 044 bensíndælur og svo 3. dæluna til þess að dæla í annan minni tank. Þannig að hann alltaf fullur, svo við missum ekkert bensínflæði á meðan við erum zigzagga til hliðar. Í djöflaganginum. Svo bara stærri fuel-rail og það náttúrulega bara allt gert stórt, sko. Það bara all in. Hvað haldið þið séu búin að eyða miklum tími í þetta? Ég ætla ekki að reyna. Ég vil ekki bara segja dag og nótt, ég held að það passa ágætlega. Hvenær byrjuðu þið nákvæmlega? Keyptum bílinn, við fórum til Noregs í júlí. Svo komum við heim vorum eitthvað og velta fyrir okkur hvað verið gaman að gera þetta. Keyptum bílinn var ekki bara í loka ágúst. Jú, eitthvað svolítið. Og við heldum að við varum svakalega tímalega. Ætlum að vera gangsettir í janúar út að keyra í febrúar. Ekkert bílastæðastress þetta árið, sko. Mættir ferskir á 17. júní bíladaga, búin að vera gjörsamlega að pröfukeyra dótið og allir útsofnir og góðir. En nei, þá þetta náttúrulega eins og hinn öll árin nætunar bíða eftir okkur núna að klára þetta. En eins og ég segi, það mjög mikið af flottum mannskap og strákum sem eru nenna að hangi yfir svo hafa gaman að þessu, þannig að ég vona að þeir hafi gaman að þessu. Þannig að þetta verður bara gaman í sumar. Það hvíslaði mig lítið flugað að það væri ekki einn bíll í spilinu heldur fleiri. Já, það eru 3 bílar í smíðum. Já, voru það í byrjun. Það voru það allar í byrjun. En við klárum það alla. Já. Hvort það verið í sumar eða næsta sumar, en það allavega 2 svona bílar, E46 sem Gretar með. Hann Gretar með hinn og ég með þennan. Svo Úlli með E36 4-dyra bíl og það sama setupið í rauninni að farið á alla vaffáttamótorar og alltaf með LS, alltaf amerískt, servoland. Já, það hægt að fylgjast með þessu öllu. Við erum með Facebook-síðu BSIC Racing og erum með tím utanum þetta og erum orðinir svolítið margir í þessu tími og bara endilega fara inn á BSIC Racing á Facebookinu og svo erum við með Snapchat BSIC Racing. Og við erum voða duglegir að posta þar inn og svona mikið af smíðinu og hafa gaman að þessu. Þannig að það voða margir ánægðir með það, þannig að það bara endilega að fylgjast með okkur á þessum samskiptamiðlum og hafa gaman að þessu með okkur. Er þessi bíll ekki alltaf stór í íslenska braut? Jú, hann nú svolítið stór og krafturinn verður nægur í þessu, þannig að við fórum til Noregs í fyrra og djúvill var gaman að horfa á þetta og sjá alla keyra þarna og maður langaði rosalega og þá náttúrulega kveiknaði þessi áhugi. Ég held að hann hafi sprungið einfaldlega hjá okkur þá. Þannig að núna alveg stefnan að fara út og vera með og fá að keyra líka. Já, núna. Það mánuð eftir bíladaga, þannig að það eins gott að þetta fúnkeri því að það væri sorglegt að eitthvað fyrir að feila en það svo margt sem maður getur komið með óvart til þetta fyrir gang en við ætlum að við ætlum út 8. til 10. júlí. Við erum búin að panta miða fyrir okkur og fyrir bílinn og allt, þannig að það eins gott að halda áfram og komast í gagni, fara út og gera eitthvað gaman, hafa gaman að þessu. Ekkert stressaður? Nei, maður græði lítið á því. Þetta reddast allt saman. Þessi verður bara allar nætur að vinna. Ég hef engar áhyggjur af því meðan ég hef þennan með mér, þannig að ég fer bara heim og legg mig og hann græjar þetta. Ekki maður. Nú er ég búin að eyða hálftíma af ykkar vinnutíma. Ég held ég ætti að fara að hætta þessu og segja ykkur gangi ykkur vel. Já, þakka fyrir það. Við sendum þér bara reikningin. Takk fyrir. Í Nitro færðu allt fyrir aksjónsportið. CF Moto, gæði, ending og gott verð. Nitro, Urðahvarfi 4, Kópavogi. Fólksbíla og jeppadekk fyrir kröfuharða ökumenn frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Næst ætlum við að kíkja á driftkeppni sem var haldin hjá AIH í Hafnarfirði 4. júní síðastliðinn.
Drift eða flatrek sport sem hvað mest vaxandi þessa mundir og hefur verið mikið lagt í brautalagningu hjá bílaklúbbum landsins upp á síðkastið. Alls voru 21 keppandi skráðu til leiks og að bæði veður og stemningin til fyrirmyndar. Þegar þarna komið sögu erum við að horfa á Ármann Inga Ingvarsson á Lexus keppa á móti Aron Jarl Hilles á BMW. En þeir enduðu jafnir til þessa umferð og þurftu því að fara aðra ferð. Þá kom í ljós að dekkin á Ármanni voru búin og hann þurfti að drífa sig upp í pitt og skipta dekk, en á leiðinni niður eftir bilaði hjá honum bíllinn og hann þurfti að gefa sæti frá sér. Því næst átti Ármann að keppa við Sigurjón Elí 3. og 4. sætið, en þar sem Ármann kom ekki bílnum í lag, varð hann að sætta sig við 4. sætið. Og þarna sjáum við fyrstu umferð hjá Patrik í síðustu viðureign þeirra félaga Arons og Patriks fyrsta og annað sætið. Eins og þið sjáum þá var það mikið á hlið þarna, rétt sleikir keilurnar og alltaf á hlið. Það er það sem þetta snýst vera mikið á hlið eða mikla gráðu eins og þau kalla það og vera með helst sem mesta reikinn í leiðinni. Þarna kemur síðan Aron, hann verður að sanna sitt mál þarna líka. Hann er að tala sitt kraftmeiri bíl og hefur talsvert meiri reynslu í þessu sporti, en það eina sem honum vantar mögulega eru meiri beygjur. Eftir gríðarlega skemmtilega keppni varð í fyrsta seti Patrik Snær Bjarnason með 112 stig, í öðru seti Aron Jarl Hilles með 90 stig og í þriðja seti endaði Sigurjón Elí Eiríksson með 76 stig. Staðan í Íslandsmótinu eftir 2 umferðir er svo hljóðandi. Í fyrsta seti er Sigurjón Elí Eiríksson með 188 stig, í öðru seti Patrik Snær Bjarnason með 186 stig og í þriðja seti er Aron Jarl Hilles með 150 stig. Jæja, skakfyrðingur. Skakstrendingur. Hvað ert þú að greiða? Herðu, ég veit það ekki. Ég ákvað bara að eyðileggja dekkin mín og það var gaman. Segðu mér aðeins, ertu búinn að stunda þetta sport lengi eða? Já, ég er nú búinn að vera í þessu kannski svona 3 ár eða eitthvað svoleiðis síðan ég byrjaði fyrst. Allan að koma hérna, sko. Þetta er svolítið mikill munur að vera hérna og keyra. Mun skemmtilegra. Hvað er það sem þú hefur fram yfir hina hérna? Já, ég veit það ekki. Ég held að sé nú dagsformi sem skiptir miklu máli hérna. Bara að vera vel uppsettur og brautin. Hvernig hún hentar manni. Þetta bara gekk allt vel hjá mér í dag og útskar sigur. Ég ánægði með það. Hvað ertu búinn að gera við bílinn þannig að þú getur keppt? Nú veit ég að þú ert ekki með kraftmikið bíl og svo sem lenti fyrir neðan þig. Já, þetta er bara orginal M50 B25, 190 hestöfl. En það er búið að létta þetta og körfustólar og svo er búið að eiga við beygjuradíusin á þessu sem að hjálpar okkur mikið. Það er búið að eiga aðeins við það, þannig að þetta beygir vel og þetta setur þetta vel á lið. Nú er þetta önnur umferðin, eða ekki? Og hvernig fór fyrir umferðin? Fyrir umferðina þá endaði í 3. Og þá vorum við hérna skaksetningur í fyrsta. Þannig að við skiptumst á. Já. Og hvar hafið þið svæði í Skagafirðinum til Ævíkur, eða Skagaströndinni? Já, svona bara plön aðalega, sko. Þannig er kannski ekki gott að vera að segja frá því, sko, en það er lítið annað í boði. Það er kannski ekki vel tekið undir það, heldur, sko. Og næsta keppni, hver er næsta keppni? Næsta keppni er nú bíladagar, en ég kemst ekki á hana. Ég verð út á sjó, þannig að ég kem næst á Kvartmýlubrautina, sem verður fyrsta keppni eftir bíladaga. Og steinróta þetta? Já, það er stefnan alltaf. Gangi vel. Takk. Jæja, Aron, annarsætti í dag. Hvað klikkaði? Já, það klikkaði ekki neitt. Ég keyrði bara alveg eins og ég gat og ætla sér ekki bara svona tæknilegar villur eða ekki of nálægt. Þeir voru aðeins of nálægt. Þeir eru helvíti segir þetta fyrir norðan. Ég veit ekki hvað er í vatninu höfum, sko. Þannig að ég leggja vel á og ég held að hafa það eiginlega fram með mig. Það er hvað ég leggja vel á, sko. Þannig að það skiptir miklu máli að geta lagt almennilega á þannig að þú getur náð sem mest hliðarskríki. Já, þetta snýst það eiginlega. Það má ég segja það, sko. Hvað er þinn bíl fram yfir hinna hérna? Hann er klárlega aflið. Hann er með tvöfalt meira afl. Þannig að hann er E30, það er náttúrulega það sem hann hefur fram yfir hinna. Þannig að ég held að þeir náttúrulega eru helviti góðir með hennar hjólabúnaðinn, en ég hugsa minn bíl þannig að ég get keyrt hratt á hann líka. Þess vegna er ég ekki búinn að fara í hennar svakalega beygjuradíus.
að það svona, alltaf það verður ekki bara ef maður ætlar að fara all in, þá verður maður að breyta þessu, annars maður ekkert í fyrsta sætinu. Ertu búinn að spyrna þessu bíl eitthvað? Nei, ekki þessum. Þetta rauninni annað kram sem var í svarta bílnum sem ég átti og ég veit ekki, þetta ef þú vilt vita hvað ég held, þá þetta eitthvað í kringum 11 sekúndur kvartbílnum. How many hestöfl? Ég frekar hlédræður það kemur á svona torfæri hestöflum, sko, en ég ætla að segja milli 400 og 500. Það kannski hægt að ná 500 í botni. Svona 1000 torfæri hestöfl? Já, má segja það, ef maður með nitro, sko. Framhaldið núna, ertu að fara á Akureyri? Já, ég að fara á Akureyri og það eru 3 keppnir þar. Það driftið, það göturspyrnan og AutoX. Ég held að það sé bara sama venjulega, það búið að gera það nánast síðustu 3-4 árin, sko. En ein spurning svona lokum. Ég rakk augun í göt í skottleranum hefur. Hvaða göt eru þetta? Sko, ég held að þú veitir betur en ég hvaða göt þetta eru, en þess að þú held ég áttir inn á bíl og ég held að þú hefði reyðilega skottlakið á. Þetta er búinn. Síðast en ekki síst fórum við á heimsóknum félaga okkar í Kvartmýluklúbbnum. En í tilefni afmælis Kvartmýluklúbbsins var haldinn brautardagur. Þar var allt að gerast og dagskráin var fram eftir degi. Þar var meðal annars keppt í annarri umferð götuspyrnu mótorhjóla og voru 17 tæki skráð til leiks og var mikil barátta að venju. En þar var í fyrsta seti í B-flokki hjóla Birgir Kristinsson og í öðru seti Guðvarður Jónsson. Í G-flokki hjóla var í fyrsta seti Ragnar Á Einarsson og í öðru seti Ingi B. Sigurðsson. Í G-flokki hjóla var í fyrsta seti Adam Örn Þorvaldsson og í öðru seti Hilmar Þórðarsson. Á eftir hjólaspyrnunni var tekin einn sérleið í rally og það var ferlega skemmtilegt að sjá hvað kallandi tóku á bílunum. Svo var keppt í prjónkeppni mótorhjóla í fyrsta skiptið á Íslandi. Þar var aðeins keppt í einum flokk og þurftu menn að prjóna frá miðri braut og út í enda. Þar er tekið mið af hraða og prjónstíl. Og lékuminn listi sínar allt frá mjög léttum torfæruhjólum og upp í stór og þung keppnishjól. Kom það okkur mjög á óvart hvað mótorhjólamenn prjónaði miklu öryggi og voru hvergi bágnir. En þar fór með sigur á hólmi Ragnar Á Einarsson, en hann átti mestan endarhraða og var á afturdekkinu alla leið. Svo endaði þessi magnaða dagskrá á driftsýningu á glænýrri braut Kvartmýluklúbbsins. Við leyfum myndunum að njóta sín og þakkum fyrir að sinni. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where things won't haunt you anymore. But the rain might be your lover's soul, the light will be the distant shore. Even hesitate to make them go. There's not much time left to
færðu allt fyrir aksjónsportið. CF Moto, gæði, ending og gott verð. Nitro, Urðahvarfi 4, Kópavogi. Fólksbíla og jeppadekk fyrir kröfuharða ökumenn frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.